Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjalli hjá okkur. Við erum hér sem fyrr félagarnir, Jón G. Hauksson og Sigurður Már Jónsson heiti ég. Þessi þáttur aðeins með öðru sniði en hefur verið undanfarið, fyrstu þættirnir. Við erum komnir í svona áramótagír og við verðum með góða gesti hjá okkur í dag. Fyrstur hjá okkur Hermann Guðmundsson, forstjóri Kemi. Að því loknu kemur til okkar Magnús Harðarson, forstjóri Nasdaq á Íslandi, og í lokin kemur til okkar Eggert Þór Aðalsteinsson, greinandi og hjá Kvikubanka, og allir þessi menn ætla að fara yfir efnahagslífið, hlutabréfamarkaðinn og hvernig við svona getum lesið í þessi tímamót sem við erum stödd í núna. Herran Pétur, segðu mér eitt, hvar eru allt skrautið sem ætlar að kaupa? Svo var ég að koma við í bónus eða hagkaup og vera með hatta hér og afskil. Sko, ég sem aðhaldsamur maður ætlaði ég að kaupa þetta allt í bónus og ég fór í bónus og eina sem ég gerði, ég keypti eina rullu af klósettpappíra því að það vantaði á heimili, en það var ekkert komið í bónus af þessu. Við komum hér með kvörtun til að haga. Hingað komið góðu gestur, Hermann Guðmundsson, forstjóri Kemi. Hvernig hefur haft það jólin? Bara alltaf gott, sko. Er það ekki? Jú. Já, þetta náttúrulega gamla góða, menn bara er í leti og eru svo eitthvað sati og áti. Menn eru bara afvelta, held ég, sko, í 3 sólarhringa. Þetta er svolítið þannig dagar. Já. Nú, forstjóri Kemi, þið keyptið Paulsen í fyrra, 2022. Já. Hvernig hefnaðist það? Það hefnaðist bara vonum framar. Það tók okkur svona 6-8 mánuði að ná fram þeirra breytingu sem við töldum mikilvægar og árið í ár, 24, er svona fyrsta heila árið sem við erum að samreika þetta eftir að breytingarna fóru í gegn og það lukkaðist bara mjög vel. Og veltan hefur vaxið? Jú, veltan hefur vaxið mikið og við vorum nú með 75% veltaukningu 23. En það 75%? Já, þannig að þá kom Paulsen inn, sko. En svo vorum við með núna veltaukning á þessu ári, kannski kringu 7% og ofan á það. Já. Og Hvað er veltan orðin svona hjá? Hún er rétt tæpið 3 milljarðar fyrir utan vask. Á þessu ári? Á þessu ári. Já, það er bara vel gert. Já. Heyrðu, það eru einhvern tímann varstuspurður á því og þú nefnilega, þetta er svolítið sérstakir vöruflokkar sem þið eru með. Það er ekki, almenning, þetta er svona eiginlega frekar, það sem heitir á ensku business to business. Já. Það er að segja að þið eru ofta að skipta við fyrirtæki. Langmest. Þannig ertu með smurefni, og hreinlætisvörur. Já, við erum stórir í bílrúðum. Það kom með Paulsen. Okay. Við erum með 2 verkstæði sem að skipta bílrúðu fyrir fólk. Já. Við erum mjög stórir í smurolíum og alls konar glussa og frostlegi og slík og varningi. Og svo erum við stóri í öryggisvörum, þar sem við erum umboðsmenn fyrir 3M og þetta eru heyrnarhlífar og hjálmar og grímur og alls konar öryggisbúnaður, lekavarnir og mengunarvarnir, bílavarahlutir, stórir í rafgeimum og svo mætti lengi telja, þetta eru 40.000 örnumir, sko. Og þú seldur nú eitthvað að grímum, mann, ég var í Jú. Það var meðal frækt, þú birtir hérna fleiri myndir af gámum. Já, það komu gámar og flugvélar og allt saman, sko. Að tímabili voru við einir með grímur. Var það ekki? Þetta var alveg bara sturlað ástand. Segðu mér eitt heldur að stjórnendur og hluthafar í svona meðalstórum einkafyrirtækjum hugsa öðruvísi heldur forstjórar í skráðum fyrirtækjum? Já, það er engin vafi á því, sko. Þú varst nú hjá N1 á sín tíma, forstjóri? Já, við vorum ekki skráðir en munurinn er auðvitað sá að leiðslurnar eru miklu lengri í stóru félögunum og undirbúningu tekur lengri tíma og menn vanda mikið til verka og koma margir að málum og ákvörðunum. Í smærri fyrirtækjum þá er þetta færri, þá er þetta kannski 2, 3, 4 sem er að koma að því að rýna einhverja stöðu og taka ákvarðanir og hrinda þeim í framkvæmd, þannig að maður sér kannski eftir viku árangurinn af einhverju, en í stóra fyrirtækinu sérðu það eftir kannski 6-8 mánuði, sko. Það er svona helsti munurinn, viðbragðsflýtirinn er meiri, sko. Akkurat. Nú, ég sá þetta á Facebook hjá þér nýlega, þar varst með þetta hæla því að Æslandir hefði flutt höfuðstöðvar sínar sem er í Hafnarfjörð og þá kemur inn á bíla og samgöngur. Já. Þú erum bíladellu katt. Jú. Og við erum ekki í borgarskipulaginu nokkuð tíman hugsað til þess að það sé mikilvægt að dreifa mannfregri starfsemi og ég held að þetta hafi verið mjög klokt hjá Boga og hans fólki að færa þetta bara allt í Hafnarfjörð, það eru þetta stutt í Keflavíkur og góða samgöngu við flugvöllinn og ég held að þetta sé mjög gott skref og fleiri fyrirtæki sem að hugsa sér til hreyfings ættu að íhuga að vera í aðri borgarinnar frekar en í miðbænum, sko. Og þá í áttina að Keflavík? Nei, bara í austur og norðurhluta Reykjavíkur, sko. Það held ég, það eru mjög greiða samgöngur og
og þið þekkið allir sem að fara í vinna á mótnana sko, að það alveg geðbelur trafík sko, inn til Reykjavíkur á mótnana og svo út úr Reykjavík síðdegis og ef við getum fækkað einhverja 1000 bíla þá það mikið þarfaþing. Áttu vonaði að Evrópa, þú veist, harður anstæðingur Evrópusambandsins, það séu inngöngu okkar Íslendinga í Evrópusambandsins, svo maður hafði það nú rétt. Já. Heldur að Evrópa sé eitthvað að dragast aftur úr varðandi Bandaríkjana? Já, ég held að Evrópa sé... Samkeppnisfærni? Já, ég held að það sé þannig og ég held líka bara að fjármagn sem að leitar í nýsköpun í Evrópu bara minna eldur en annars staðar. Regluverkið þyngra og þrengra og ávöxtunar möguleikin bara miklu minni. Þessar gömlu þjóðir eru líka margar orðnar afar skuldsettar. Það eru konar með öfugan aldurspíramíta, það eru með ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar. Þannig að þetta ekki draumaland í mínum huga sko. Og ekki drauma innganga náttúrulega. Nei, og ef við ætluðum að ganga einhvers staðar inn, þá myndi ég nú vilja fá að velja á milli Bandaríkjanna á Evrópu sko. Já, og þú myndir halda að það væri betra þá að fara inn til Bandaríkjanna. Ég veist að það væri meira spennandi, já. Kannski þessa pólitísku nótunum sko, nú hefur verið boðað að aðildarumsóknin verði tekin upp aftur. Með hvað hætti sem það verður, heldur að það verði erfið umræða í íslensku þjóðfélagi? Já, engin spurning. Svona alla mælingar sýna það að þetta eru svona álíka stóra fylkingar, oftar hefur nú andstæðingahópurum verið fjölmennari heldur en hitt. Ég held að þetta vaxtastig sem þjóðin er búin að búa við núna í meira en ár fjölgi þeim sem að vilja skoða inngöngu í ESB til að reyna að losna úr þessu vaxtavokri sem að við erum búin að vera í. En ég held svona ef að fólk skoðar þetta með einhverju sanngirni og átta sig á því að 100 milljónir manna mistu lífið á síðustu öld við það að berjast fyrir frelsi sín í Evrópu, að þá átta menn sig á því að það er ekki tækifæri því að fórna sjálfstæði þjóðarinnar. Nei, þannig að þú telur að svona bara þetta pólitíska erindi okkar þarna inn, þú nefndir þetta efnahagslega og heldur ekki, við hefum ekkert pólitíska erindi þarna inn heldur. Nei, við hefum átt mikið og náið samstarf við Norðurlöndin og ég held við hefum að eiga það áfram. Það er bara mjög góðir grannar að eiga. Þetta eru það þjóðir sem skara fram úr í heiminum, í öllum málum, öllu tilliti. Og það að vera að sækja okkur inn í restina af Evrópu, ég sé ekki ávinningi því. En fyrir svona eins og til þess fyrirtækja stjórnanda eins og þig, nú Evrópusambandi tollabandalag. Jú. Þér finnst ekki fýsilegra að vera þar inni bakvið þá og njóta þá þeirra kjara sem eru inn í Evrópusambandinu, þú sér það ekki þannig fyrir þér? Nei, við búum nefnilega svo frábærlega vel að Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hann felldi niður alla toll og öll vörugjöld á Íslandi 2016 og eitthvað mesta þarfa þing sem hefur verið gert í íslenskri efnaðarsögu. Þannig að núna er mjög auðvelt fyrir alla sem er að versla mikið á netinu að bera saman bara verð á milli landa og þetta er bara heiðarlegu samanburður því að það er engin tollar og engin vörugjöld. Þannig að ég óttast það að við færum inn í ESB, þá værum við afturfallin að glíma við háa tolla á kínversku vörum og vörum frá Víetnam og Indonésiu og hvað þetta heitir allt saman. Og það er bara óþarfa flækjusteg sem við þurfum ekkert á að halda. Við sjáum nýjan spítala rísa upp. Jú. 3 Kárahnjúkavirkjanir. Í kostnaði. Í kostnaði og bátt. Já. Þú varst að móti þessari staðsetningu. Ég var það. Sínum tíma. Já. Ég vildi bara kaupa tilbúin spítala. Já. Og ekki sér hanna og sér teikna eitthvað íslenskt verkefni í því og ég vildi hafa hann þar sem væri góða samgöngur, þar sem væri 1000 bílastæða, þar sem væri auðvelt að koma með þyrlur að spítalanum, auðvelt aðgengi að og frá og ég held að það hefði alltaf vorið miklu ódýrari leið og það væri búið að opna þann spítala í dag. Við vorum með standandi loforð það að þetta ekki 5-6 ár frá því að fyrsta skóflustunga verið tekin og til að það verið tekið úr lás og byrjaði að reka spítala. Varst ekki formaður fyrir samtök? Jú, svona áhugamannahóp. Sem að var gegn núverandi staðsetning? Nei, það var ekki gegn þessari, þetta hét áhugafólk nýjan spítala? Spítala á betri stað. Á betri stað? Já, ný spítala á betri stað. Við áttuðum okkur á því fljótlega að það var ekki búið að gera neina staðavalsgreiningu fyrir þennan spítala. Þetta var ákveðið árið 2000 þegar aðstæður voru allt aðrar og ef einhver hefði sagt það er frábær hugmynd að byggja 200.000 fermetra byggingu í Þingholtunum. Já, hugsaður sko. Það hefði verið blásið á það. Það hefði verið blásið á það sko. En þetta mál fór í gegnum Alþingi 63-0, 4 sinnum skils mér. Það er nefnilega svolítið merkilegt. Og það er svolítið erfitt að eiga við það. Og það voru einhverjir sem voru svona að reyna að hrósa því að það væri nú
þetta var svo mikilvæg staðsetning, það var hægt að labba yfir í háskólan. Það var nú eitt, það var stutt fyrir læknana og prófessorna. Það er því. Því að þeir búið í Smáragötu og Flókagötu, sko, en sjúkraliðarnir og restingafólkið svo er þetta náttúrulega umferð að teppa, þannig það er mengun þarna, sko. Já, ég held að það muni dæma sér sjálft þessi staðsetning. Já, nú erum menn komnir í það náttúrulega að setja jarðgöng inn að spítalanum, hættir með þessa hugmyndur stokka og jarðgöng, þetta náttúrulega virðist vera svona eins og pílitlar neyðarlausnir svona eftir á. Já. En allt þetta mál segir þetta okkur ekki eitthvað bara hvernig okkur gengur að taka svona stærri ákvarðanir, svona bæði í skipulagsmálum og svona framkvæmdi. Við höfum til dæmis haft hér Sundabraut sem að menn hafa hort til umferða mannvirkja víða við verðum sem ekki geta það sígur alltaf í þessa innviðaskuld sem að mikið rætt Erum við ekki eitthvað föst í einhverju gerfi sem að torveldar að taka skynsamar ákvarðanir? Ég held að sé þannig að í stað þess að við látum svona hagsýnina ráðaferðinni og jáfnvel sækjum okkur þekkingu erlendis og hugmyndur og tillögur, þá endar þetta alltaf í svona einhverjum pólitískum slag og þá í pólitíkinni er fólk að berjast fyrir einhverju framtíðarsýn sem það hefur sjálft og því hvort það er hagstætt og skynsamlegt fyrir þjóðarbúið eða borgina eða hvaða sveitafélag sem ræður og völd þessara pólitísku fulltrúa eru kannski bara mikil, sko. Kannski er bara oftar sem að það þarf að ná einhverjum samningu við ríkisvaldið eða bara almenning í kosningum og annað slíkt. Við sjáum núna er upphafinn talsverður slagur upp í Grafavogi þar sem hafa þétta mikið byggð í óþökk íbúana og þetta er auðvitað ekki góður bragur á því að fara kannski inn í 20-30 ára gömul gróin hverfi og alltaf umbylta þeim. Þéttingarstefnan fræga, já. Já, hún hefur svona sýnt sig það fylgja ýmsi vankantar henni sem að menn kannski hafa ekki séð fyrir. Já, hún hefur lukkast ágætlega sem stað og mér finnst sumir reytir bara vera fínir og íbúðirna seldust og fólk fekk bílastæði í kjallaranum og svona. Aðri reytir eru bara miklu erfiðari og verri viðurregnar, sko. Þú skrifaði nýlega minningagreinum Benedikt Sveinsson. Já. Komst inn að hann hefði nú verið svona örlagavaldur í þínu business. Jú, já, hann var það. Myndarinn helst í hluthæfi landsins, getur við sagt. Já, Benedikt var svona maður sem maður þekkti bara úr dagblöðunum og maður sá alltaf fyrir sér að þetta svo kallaða hvað var þetta að kalla, kolkrabbin, sko. Hann væri yfir kóngunni þar, sko. Og svo komst maður að því að þetta er náttúrulega allt saman bara einhver orðaleikir, sko. En þú fórstir Einars Sveinssonar og hann sagði, hún leist ekki á þetta. Þú segir í minningagreininni að Benedikt að eins vegar við erum að tala kaupin á Bílanust. Já, þegar ég fór í það ferðalag að reyna að safna saman hlutum til að kaupa Bílanust árið 99 þegar Matthías Helgason og fjölskylda vildi selja. Fékk fund með Einari og Einar tók nú dræmt í þetta, taldi verkefni allt og lítið og ekki mjög áhugavert fyrir Sjóvá á þessum tíma. Og svo hringir hann tilbaka og segir að Benedikt hafi sýnt þessu mikið áhuga og það kom nú snemmi í ljós að við Benedikt deildum bíladellunni. Já, hann var bíladellunni? Já, en fór fínt með það. Já. Og honum fannst þetta áhugavert og taldi sig geta lært eitthvað kannski á þennan varahlutarbransa. Þeir voru náttúrulega með mikil útgjöld í gegnum Sjóvá inn í bílaviðgerðir. Og við náðum saman þetta og það samstarf stóð lengi og var afar farsælt og algjör toppmaður Benedikt Sveinsson. Einmitt. Eru kannski aðeins hvalveiðarnar? Þú skrifaði núna nýlega á Facebook að maður að vísa svolítið í Facebook núna. Já. Virkur þar og er bara mjög málefnarlega. Já, ég hef gaman að láta mína skoðan ljósar, já. Hvalveiðarnar afgreiddar í samræmi við gildandi lög, segirðu. Já. Það finnst þér skrítið að menn skuli gera athugasemdir við það. Já, það er mikið mótmæli að það skulle hafa verið farið að lögum og gefin út veiðileyfi eins og ráðherra er skylt að gera. Já, einmitt. Og það er auðvitað skamma hvernig búið er að halda á þessum málum í langan tíma og sem betur fyrir afgreitti þjóðin það bara út af borðinu eða skipti fyrir öll í síðustu kosningu. Og það er auðvitað fráleitt að það sé hægt að hundsa bara lög og reglur í landinu að geðþótta ráðherra á hverjum tíma. Og hvað sem verður svo úr þessu veiðu veit auðvitað enginn, það getur vel verið að Kristján Loftsson hafi bara ekki áhuga á þessu þegar til á að taka, en það mun bara komið ljós, það voru 2 allavega eða 3 sem fengu leyfi og mér finnst bara mikilvægt að stjórnsýslan sé gegnsæ, hraðvirk og skilvirk. Sko. Já, svona almenna lexía í þessu er svona varðandi hvað atvinnulífi það þarf á fyrirsjáanleika að halda. Akkurat.
og einhverju hugmyndunum við höfum svona, það er lögin sem tryggja festuna í samfélaginu. Já. Þannig að menn stýðist við það er mjög erfitt þegar stjórnsýslan gerir það ekki. Finnst þér þetta, svo höldum við okkur í þetta mál, finnst þér það lýsandi einhvern hátt fyrir það sem að kannski atvinnulífið þarf stundum að búa við? Já, það er ákveðin hendistefna ákveðina stjórnmálamanna sem að hefur verið vandamál og ég hef stundum líkt þessu við það að ef að ég í mínum rekstri þyrfti alltaf að bíða til kannski 30. desember til að vita hvað ég mætti kaupa mikið gjaldeyri á næsta ári, svo ég vissi hvað ég geti verið með marga í vinnu og mætti flytja inn mikið af vörum, þá væri það auðvitað algjörlega ómöguleg skilyrði að starfa við. Og það er ekkit öðruvísi í öðrum atvinnugreinum. Það þurfa ramma, það þurfa eitthvað fyrirsjáanleika og ef það þarf að gefa út eitthvað sérstök starfsleyfi þá þarf það að vera tímalega og gert lögum samkvæmt og bara hratt og vel. Og einstaka stjórnmálamenn eiga ekkit að hafa vald til að stöðva þau mál sem eru lögum samkvæmt. Já, það er eins og stundum skorti á svona ferla, það er eins og, ef maður horfir til dæmis eins og nú blasir við að fiskeldi er að vera mjög vaxandi atvinnugrein, bæði strandeldi og landeldi, en það hefur ekki enn tekist að klára þessa lagalegu umgjörð þannig sem að kannski þannig allir viti, við erum að fá inn erlenda fjárfesta og þarframöndu göðunum, þannig að það sem maður kannski er að reyna að segja er að ferlið allt, að menn séu stjórnvöld og þingi þar að lendi líka, séu sammála að klára svona mál þannig að það má kannski alveg taka 1-2 ár að ræða en allir séu á sömu blaðsíðinu með nauðsyn þess að klára svona mál. Ég held að við séum kannski að fara inn í nýja tíma núna. Fyrst að Vinstri grænir og Pírata duttu út af þingi. Ég hef ofta alveg að þetta séu efnaðislegir hryðjuverkamenn, fólk í stjórnmálum sem að haga sér eins og þau hafa gert. Þú grætur það ekki? Græt það ekki, síður en svo og nú ertu með ríkisstjórn sem að vill vera ábyrg og talar þannig og vill vera pósitív út í atvinnulífið og talar líka þannig og í stjórnaranstöðu ertu með flokka sem eru líka pósitífir út í atvinnulífið. Þannig að nú er þá lag að koma einhverjum skynsamlegu lögum í gegn, myndi ég halda, sem hægt er að lifa við allan næstu 10 árin í þessari atvinnugrein. Já, og það býður einmitt þessi lagasetning svo í nefnið alveg bara sem ég var að nefna áðan fiskeldið. Já. Ef ég væri einvaldur, segðu nýlega á Facebook, stórauka orkuöflun með rennslis og jarðvarma. Já, við þurfum eiga rafmagn á lager. Það sé verið í orkumálun. Já, við verðum auðvitað bara eiga rafmagn á lager. Það segir sig bara sjálft. Það er bara ótrúlegu barnaskapur að láta hlutina reka á reiðanum í svona langan tíma. Þú veist aldrei hvaða tæki fari banka upp á. Þú veist aldrei hvaða fyrirtæki innanlands þurfa meiri orku, vilja stækka og bæta við og svo framvegis. Og við sittum alltaf bara eins og að það sé ekkert mál að það verði rafmagnslaust á Íslandi og að það þurfa að taka skammtanir upp og það þurfa að loka sundlaugum og guma auðvitað hvað. Og ég fara að gera það núna um áramótin? Ég veit ekki, en ég finnst þetta ótrúlega bannalega. Boða það að það sé með þess að hitavitan get ekki alveg annað eftirspurn í þessum frosti sem kemur núna. Við höfum bara alls ekki verið að afla nægrar orku á undanförnum árum. Þú vilt reka ríkissjóðs án halla, sagður ef ég væri einvaldur. Já. Alveg skýrt. Er það alveg grunnregla bara, já. Af því að þú ert annars bara rekan á kostnað barnaneðina, sko. Já, það er bara skuld. Það er ekkert öðruvísi. Já, það eru sumir sem nálgast hallan með á þeim forsendum að það sé tekjuvandi. Já. Að segja ónýttir skattstofnar, það er hugtak sem hlýtur að glæðja þig. Og þá bara gott að benda fólki á það að Ísland er í þriðja sæti yfir þau lönd sem að taka mesta hlutfall ríkissjóðs eða sem sagt þjóðartekna í skatta. Það séum við 48,1% sem við tökum í skatta af þjóðartekjum og það eru bara einhverja 2 þjóðir frá okkur, sko. Þú þá með lífeyrissjóðina inn í því? Nei, þetta er bara það sem ríkið tekur á samneyslunni, tekjuskatta, virðisaukaskattur og önnur gjöld sem ríkið tekur. Það er 48% af þjóðartekjunum. Þú myndir vilja selja ýmsar stofnanir? Já, bara losna við þetta. ÁTVR, segir? Já. Enga með það? Bjóðum þetta bara upp. Ég er viss um að það er fullt af fólki sem vil eiga sín eigin vinnbúð og gera hana að einhverju sérstakri vinnbúð kannski bara fyrir suður-amerísk vín eða guðma þetta hvað. Íslandspost? Já, bara hætta þessu. RÚV, ekki síst? Jú, það eru örgulega fólk sem vil taka að sé þann rekstur. Sérðu það einhvern veginn fyrir þeirra RÚV sé svona of fyrirferða? Að ríkissjóð fyrirferða mikið? Já, sjá það ekki allir? Það er ljóst, sko. Það með bankana, viltu selja Landsbankan?
Ég væri alveg til að selja 2/3 á Landsbankann. Í Landsbankann. Og skráan þá? Já, bara skráan í Kauphöll. Segist líka vilja selja Vaðlaheiðargöng. Hvernig ætlar að fara að gera, hver kaupir? Sagði ég það? Ég heldur að það. Já, kannski. Man Jón meir en þú? Nei, ég prentaði út. En það kaupir engin auðvitað, það skuldar. Nei, en það dæmi líka fáranlega fjárfestingu í sjálfu. Jú, og lífeyrissjóðin gæti auðvitað alveg keypt Vaðlaheiðargöngin og svo það bara með ákveðin áralangan samning tekjuöflun. Og afskrifað á, það var nú enga fyrirtæki sem byggði Hvalfjarðargöng. Jú. Gleymum því ekki. Já, og gerði það vel. Gerði það vel og var orðið skuldlaust eftir ákveðin og afhendi ríkinu. Já, velhefna verkefni. Mitt, heyrðu aðeins þú gerði mynd Ásgeir Elíasson, heimildamynd. Já. Hvernig kom það til? Mér Nú fara framararnir. Nú förum við framararnir að ásama Ásgeir Elíasson. Megum við það ekki, já. Kemur svo selfísingur. Já, nei, Ásgeir var vænt maður, hann á allt gott skilið. Hann var klókur, já. Mér skólaði inn í stjórn knattspyrnudeildar Fram alveg óumbeðið og þar áttaði ég á því fljótlega að saga Ásgeir sem var svona gullaldar þjálfarinn þegar ég var yngri. Já. Hún var svolítið að gleymast hjá yngri frömmurum. Það vissi enginn hver að var og þekktu ekki söguna á hans afrek og hann var tengdu mér svona óbeint og mér fannst ómögulegt að láta við svo búið sitja. Já. Fór á stað, svo kom COVID og alls konar vesinn og þetta frestaðist allt saman en svo fekk ég góðan vinn minn Loa Bergmann til að hjálpa mér að klára myndina. Já. Og við gátum sýnt hana í fyrra og ég held að það verið bara gerðið góður rómur. Það var það í fyrra, það var ekki á þess að Já, það breytir einhver. Já, ég maður það ekki. Kannski var það í vor. Já, það er, en allavega þetta, ég sá þessa mynd, þetta var fín mynd. Já, þetta var fín heimild góðan dreng. Já, mörg þarna athyglisverð viðtöl, sko. Já, og ég hef engan hitt ennþá sem hefur hallmælt Ásgeiri. Hann var líka góður í kylfingur. Frábær kylfingur, frábær handboltamaður, spilaði í 3 íslenskum landsliðum. Já. En hann verið í hvað, Blaki? Hann var í Blaki, handbolt og fótbolta. Já. Og við spilaðum stundu biljart saman og hann var mjög klókur biljartspilari. Þú varst á billanum í gamla dag? Já, mjög mikið. Já. Klappastíg? Já. Klappastíg? Hælunni, svo var kallað. Var það kallað hælið? Kalla atkvarfi líka stundum. Þar voru þeir, Dægi, er það ekki Dagbjörn? Jú, meðal annars. Stefán Guðjónsson. Já. Vikli snillingar. Ertu að spila þetta ennþá eitthvað? Nei, ég vil ekki spila í 25 ár held ég, sko. Ég hef látið vinnuna svolítið ráða lífið mínu. Segðu mér áramótin, hvað gerir þú og þín kona yfirleitt áramót? Nú, við fáum til okkar börn og barnabörn og höfum góða mat og sprengjum nokkra flugvelda og svona. Þetta er svona hefðbundi bara. Þú byrði í Mosó, er það ekki? Í Mosó, já, og fluttið þangað fyrir 6 árum, afskaplega ánæður íbúið þar, það eru frábær þjónusta, finnst mér á sveitarfélaginu. Stutt á golfvelli. Stutt á golfvelli og Úlfarsvellið og allt þetta, stutt í vinnuna. Þannig ég er mjög ánæður íbúið þar. Já. Við erum bara með hefðbundir áramót og svo verður bara nýjástagur á náttúrdónum. Já, það er bara hefðbundið, menn eru bara slæpast á nýjástag og Safna kröftum fyrir nýtt ár. Safna kröftum fyrir nýtt ár og eru svona helst á. Já, vörutalningu og svona. Það er allt hætt og búið, sko. Já, það er telja menn allt árið, sko. Já, nú telja menn allt árið, sko. Og þetta er allt komið orðið tölvuvætt. Jú. Lokun vegna vörutalningar, menn... Já, það er hætt. Það eru fáir að nýta sér það í dag, sko. Það er kannski einn og einn, það eru fáir að nýta sér þetta í dag. Það best er að telja þegar áður en nýja sendingar kom í hús og lítið til að vörum. Þá er talins á flokkur og svo koma nýju sendingarnar inn og þá er þetta bara rétt, sko. Ég held að þetta sé bara komið okkur, kannski eitt af stórum málum ársins, kannski rétt í lokin kaup Landsbankans á TM. Hvernig svona finnst þér að ríkið sé að blása sér út af fjármálamarkaði? Það er alveg fráleit ráðstöfun, sko. Já. Ef að Landsbankin átti 30 milljardar sem það þurfti ekki að nota þá átti bara að borga þenni ríkissjóð. Til dæmis. Já, og láta markaðinn í friði. Þetta er algjörlega fráleit ráðstöfun. Herðu, það verða flugveldar sprengtar í Mosfellsbæ og víðar um landið. Hermann Gummersson, forstjóri kemi, gaman að fá því í spjall. Takk. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Næsti gestur okkar er Magnús Harðarsson, forstjóri Nasdaq á Íslandi, kaupallarinnar. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Við vorum að ræða hérna áður komst inn. Heyrðu, hvað jólin, hefðbundin jólhjáður? Já, bara hefðbundin át alla dagana núna. Já, og hreyfingarleysi náttúrulega. Og hreyfingarleysi, já. Nú þekktur hlaupari. Já, ég var ekki duglur að reyða mig við jólin. Nei. Heyrðu, við ætlum að ræða þessum kaupöllin aðan, náttúrulega mikið og gott ára bakið þar. Ég sé það að kaupöllin hefur, við erum með línur það, að kaupöllin það sem hann hefur hækkað á árinu er sem sagt 16%.
og hækkun frá úrvalsvísitalan og aðeins svona, hvað segir annars árið í heild sinni? Ég er bara mjög ánægð með árið og ekki síst í ljósi þess að við erum í háu vaxtaumhverfi eða umhverfi hára vaxta en þá en nú svona líkur á að vextirnir taki að lækka. Við fengum þannig 2 veglega nýskráningar í Oculus annars vegar og líftaknifyrirtækið Oculus sem tvískráði sig hér og Kaldvik sem tvískráði sig reyndar líka var dagsettisfyrirtæki sem skráð var fyrir í Oslo. Þetta voru 2 mjög fína nýskráningar, svo fluttir náttúrulega Pleisi yfir á aðalmarkaðin af First North. Og svo í raun og veru var bara ávöxtun á markanum bara með ágætum eins og þú ert nú búin að nefna og bara... Hvað viðskipti per svona dag? Það er nú eitt af það er eitt af sem við horfum mjög mikið á í raun og veru bara svona varandi virkni markar eins og það er svona ef við undaskiljum nú þessi viðskipti sem tilkynnt voru nú hér inn fyrir helgi í Marel vegna yfirtökutilboðs náttúrulega sérstökum ástæðum að þá erum við mjög nærri toppi síðustu 16 ára. Erum við að tala kannski 4-5 milljarðar? Alveg rétt rúma 4 milljarðar, 4-4,1 milljarður. Þetta voru árunum 21 og 22 var þetta eilítið herra en við erum svona nánast á sama stað. Þannig þetta er svona nærri því besta sem við séum mjög langt skeið. En í svona samhenginu, nú er oft talað að íslensku kaupöllin sé lítil, það vanti dýft og fleiri skoðanir þó eins og þú nefnir, þetta er náttúrulega talsverð viðskipti við daginn og hún hefur nú verið að koma svona tilbaka í samhenginu bara sem velt landsframleiðslu eða hvar stöndum við þar svona? Þetta er góð spurning vegna þess að það er oft rætt þetta í svolítið svona samhengisleysi í raun og veru þegar talaður að velta sér lítilega markaningin og djúpur við hvað er verið að miða við hvernig velt er á hlutabrjöfumörkum í öðrum löndum verið að miða við hversu auðvelt eða erfitt er að eiga viðskipti með óskráðfélög eða þetta bara svona eitthvað tilfinning og ég held nú ofta þetta síðast nefnda, þetta sé bara svona eitthvað tilfinning og jú, vissulega ekkert endla mikil viðskipti með öll félög í kaupallinni en ef við berum okkur saman bæði stærðmarkaðarins og viðskipti þá stöndum við nú bara ágætlega til dæmis ef við Norðurlöndin sem dæmi og ég byrja nú að viðskiptum að því þú spyrðum dýftina svona að þá erum við bara nokkurt veginn á pari í viðskiptum í hlutfalli af markaðsvirðis félagana, bara hversu oft í raun og veru velta bréfin sem eru á markaði, þá erum við bara á pari við hinn Norðurlöndin og það sem merkilegt er að eiginlega það sem svona fólk fókus einna mest á hvað viðskipti eru kannski hvað markaðin er grunnur, það er svona litlu og millistóru fyrirtæki, þá erum við bara stöndum við fremst allara Norðurlandaþjóðana þannig að í litlu og meðalstóru fyrirtækjum þannig ég held þessi tilfinning í staðinu ofta því að þegar fólk er að fjárfesti erlendis þá það að fjárfesti í Apple og Alphabet og Meta og svo framvegis þessum stóru fyrirtækjum þar sem ekkert málur eiga viðskipti með jafnvel stórar fjárhæðir og þau hreyfast náttúrulega ekki mikið í einstaka viðskiptum en ef við erum svona að bera saman epli og epli Fyrst við erum að tala Apple, þá þurfum við að bera saman epli og jólaeplin og allt það að þá bara stöndum við vel. Aðeins hvað ekki 3.000 milljarðar verðmæti allra fyrirtækja? Jú, það í kaupöllin, skráður af fyrirtækja. Fór yfir það núna í ár, stöndum núna í cirka 3.200 milljarðum. Og landsframleiðslan 4.000 cirka? Já. Þannig að þú ert að tala 75%. Já, við erum að tala 70-75%. Það er þetta til dæmis í Danmörku og Svíþjóð? Já, það standa reyndar, við erum að tala hlutfall það sem reyndar slagar upp í 200%, 100 og kannski 80 eða svo. Í Danmörku þetta nú svolítið reyndar bjagaða því að Novo Nordisk skráð þar. Já, það er stór fyrirtæki. Já, en vissulega öflugir markaðir þarna báðu tveir sérstaklega svo sænski. Já. En við erum nokkuð við á pari við norska markaðin í stærð svo með við stærð hagkerfisins og svona eilítið fyrir neðan Finnland en ekki langt frá. Okay. Já. Við erum nú ofta að svona
ætlun okkar með þessar umræðu hér er að svona standa fyrir og efla umræðu hlutabréf og hlutabréfamarkaðin og í því felst að við erum stundum að tuða. Þú talaði og þá er það, já, ég skal taka það á mig, Jón hann miklu málefnarlegri, ég tek tuðu, en þá erum við til dæmis, þá velta fyrir sér sko viðskipta kostnaðinum, til dæmis að eiga viðskipti, sko, bara til þess að auðvitað vitum við allir ef hann er lægri þá verða meiri viðskipti, þannig sem er kannski það sem menn vilja endingu að sé og lítur að dýpt markaðar eins og séu fleiri skoðanir, fleiri þáttakundur og það er svolítið það sem við höfum verið að tala fyrir, að við höfum nú segjast að vera fulltrúa þessara 32.000 einstaklingar sem eru innan markaðinu sem að hafa sýnt þann áhuga og vilja til þess að beita þessu sparnaðar og fjárfestingar aðferð að vera í skráðum félögum. Það er svolítið ákvörðun held ég fyrir marga að gera það. Þannig að við svona, þá kannski spurningin til eins sko hvað var skynsamlegt að gera til að liðka fyrir auka þennan áhuga og efla svona að fólk komi og sjá þetta fyrir sér sitt prívat sparnaðarform eins og við þekkjum til dæmis frá Bandaríkjunum að þar er mjög algengt að fólk noti hlutabréf sem sparnað. Jú. Sko ég held að það allra stærsta sem við gætum gert til að auka þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði væri skattalegi hvatar. Og við sáum þetta bara hér fyrr á árum, hérna fyrir aldamótin og svo var þetta svo hægt, hvað þetta hafði mikil og jákvæð áhrif. Og við sjáum þetta reynda líka í Svíþjóð, þar sem það hafa mjög öfluga skattalegi hvatar og reyndar eru skattalegi hvatar að ýmsu tagi til staðar á hinn Norðurlöndunum líka, en þeir eru nú allra öflugastir í Svíþjóð og sænski markaðurinn alveg þekktur fyrir góða og mikla þáttöku einstaklinga á markaðunum og svona hlutabréfamarkaðar menningu. Já, það er náttúrulega mjög gamall markaður. Já, og þó að sko einstaklingarnir þeir standa kannski svona 10-15% viðskiptana í sístu kaupatónum á Norðurlöndunum, að þá er þetta mjög svona trúrhópur, hann er þarna alltaf inn á markanum og myndar mjög góðan grunn. Hér eru viðskiptin svona í heildinni kannski nærði að vera eitthvað 3% sem einstaklingar greiða í heildinni á markanum. Það er þetta mikill mun. Það er mikill mun, þetta er svona 3-5 á hinum Norðurlöndunum bara í hlutfalli af þeim viðskipta fjárhæðum sem við sjáum á markanum. Nú þú komst að kostnaðinum, ég held sko hann hefur að færast í rétta átt á íslenska markanum og ég held að það sé svolítið þannig að eftir sem einstaklingarnir verða stærri kunnahópur hjá bönkunum að þá náttúrulega sjá bankarnir og verðbréfafyrirtæki sér hagið því í raun og veru að umbreyta þjónustun og við höfum séð þetta, það hafi verið að koma upp, kostnaðurinn hefur verið að lækka, hér kannski fyrir svona 5, 6, 7 árum, þá var þetta bara svona algjör jaðarhópur sem í raun og veru kannski, það var ekkert mikill grundvöllur til að svona vantaði kannski massan til að sníða þjónustu í kringum, en eftir því sem þessi massi hefur aukist úr í raun fjórfaldast frá því fyrir COVID, þá hafa svona skapast betri forsendur fyrir þjónustunni og hún hefur verið að batna og kostnaðurinn hefur verið að lækka. Þannig að, og eftir því sem þessi hópur stækkar, þá sé ég nú, og ég sé bara fram á að við stefnum áfram í þá átt að þáttaka almennings aukist og kostnaðurinn lækki. Við viljum í rauninni, Magnús, sko, eins og við vorum að tala um einhver tíman, við viljum fá biðraðinir á gamlársdag, varstu til því, þegar það voru biðraðir í bankan á gamlársdag og síðustu dagana til þess að kaupa hlutabréf. Já, til að nýta skatt, já. Það er nú gert rafrænt núna, já. Nei, þú vilt biðröðina. Já, sko, það er svo stutt síðan að maður stóð í biðröð fyrir utan Orkuhúsi út á COVID. Já. Maður náttúrulega vill vera í biðröðum, sko. Það var biðröð í ATVR og líka eftir hlutabrjöfum. En ég held að þetta sé risamál hins vegar fyrir markaðinn að auka þáttöku einstaklinga alveg klárlega. Já, ég held að það sé heldur að sé vilji fyrir því að bara við erum að tala um skattalækka. Já, skatta svona afslátt, já, skatta ívilnunni fyrir einstaklinga. Nú er þetta ríkisstjórnin eitthvað rætt um það, finnst þér það? Ég veit ekki til þess, en ég hef svo sem enga ástæð til að ætla hún sé eitthvað frá hver því, sko. Þannig að það er bara
samtal held ég sem þess virði að eiga. Við vorum hér að ræða stærð hlutabréfamarkaðins í heild sinni og með við landsframleiðslu og slíkt og þá má kannski bæta einni stærfið að í lífeyrissjóðum landsins eru 8.000 miljardar uppspretta fjármagns á Íslandi. Og það svolítið uppspretta fjármagns og þar við höfum nú örlítið stundum impra á þessu en það kannski svona hvað sýn menn hafa á að fjárfestingandi fari í gegnum lífeyrissjóðuna eða að fólk hafi eitthvað það sjálft að segja. Ég átta mig á að þetta hluta stærri umræðu en hún þarf einhvers staðar að fara fram. Já, þetta svona atriði held ég númer 2 sem hægt var að gera til að efla þáttöku einstaklinga á markanum og þar með raun og held ég efla bara markaðin í heildina og svona skoðanaskipti á honum. Það að segja lífeyrissjóðnir svo að það sé nú sagt fyrst að það var reynst mjög mikilvægur í uppbyggingunni. Já, þeir eru með 30, 50, 40%. Já, og eru raunar, að því við vorum að tala um þessi tvísklæði fjölu hérna áður, eru mjög mikilvægir fyrir okkur í því að laða þessi félög að íslenska markanum, þessi íslensku ásamt auðvitað verðbréfasjóðum að einhverju marki og einstaklingum líka, en lífeyrissjóðnir sannarlega ekki síst, eru náttúrulega uppsetta þessa fjármagn sem þið nefnið. Þannig að þeirra var reynst mjög mikilvægir við að byggja upp markaðin. Ég held hins vegar sko að samaskapi sé það í raun og veru væri heilbreygt að beina fjármagnin gegnum fleiri farvegi og það að vera með tiltölulega fáa stóra fjárfestamarkanum skiptir töluvert miklu mála því leiti að þá farið náttúrulega takmarkari skoðanaskipti heldur en viðskiptin kæmi úr fleiri áttum og við höfum talað fyrir því í þessu samhengi að einstaklingar geti hreinlega ráðust af sínu viðbóta lífeyrissparnaði með frjálsra hættin í dag og í raun og veru bara þess vegna átt viðskipti með einstaka félög eða í einstaka verðbréfasjóðum og þetta mál var nú reyndar komið svona áleiðis fyrir ríkisstjórn reyndar með þeim takmörkunum að það var bundið við sjóði ekki hægt að frumvarpið og reyndar einnig þannig að þetta var reyndar undir hverjum einu lífeyrissjóði hvaða þjónustan byggð upp á í þessum efnum sko. Þeir sem væri með sérregnastofnun þeir gætu boðið upp á að fjárfest í verðbréfasjóðum og þeir myndu ákveða úrvalið af þeim. Þannig að við varum svo sem í Kauphöllinni fylgjandi því að opna þetta miklu meira en þetta var þessar hugmyndir voru ágætis byrjun. Erlend eign í Kauphöllinni? Það hún mikil? Já, hún svona, ég nú ekki með þetta nákvæmlega en þetta þetta svona stærðagráni 15%. Þetta stærðagráni 15% og þetta annað, ef við erum lítið bara svona áherslu málum, hvað getur bætt íslenska markaðinn, að þá það að í raun og veru bara fjölga fjárfestum Kauphöllinni, annar einhliðin á því eru einstaklingarnir, eða svona stóru málin eru einstaklingarnir og hitt stóra málið eru erlendu fjárfestarnir, þó að þetta sé mikilvægt að fjölga fjárfestum öllu tæja, þá þetta svona það sem við sjáum stærstu tækifærin og við teljum sko en við erum að miða við til þess aftur við erum að miða við Norðurlöndin í Norðurlöndin þessum verðum, þá erum við að tala um svona stærðagráðan í helmingur sko í eignarhaldinu sko. Hvað með Marel og JBT? Hvernig verður það tvískráð? Það verður tvískráð, það reyndar, við erum búin að samþykkja umsókn JBT skráningu Kauphöllinni og fyrirhuguðu skráningadagsetningin núna þegar 3. janúar. 3. janúar, já. Þannig að það bara á leiðinni. Þetta stór mál þetta? Já, stór mál og verður reynda mjög fróðlegt að fylgjast með svona framvindunni. Það er þá því væntanlega staðsta félag í allt þegar með, mér reiknast til þetta nú svona eitthvað starfbyrð 850-900 milljarða sem þetta verður, eftir gengið hefur verið að hækka svo mikið gengið á JBT og gengið á dollarunum en JBT sko náttúrulega skráð í Bandaríkjunum fyrir og ég myndi svona ætla til að byrja með að hlutafjáreign sem því skráð á Íslandi þó ég veit ekki hver hún verður nákvæmlega þá svona með við þau viðskipti sem áttur í stað núna fyrir helgi á íslenska markanum í tengslu viðtökutilboð þá myndi ég ætla stærðargráðan þessu væri kannski kringum 250 milljarðar sem væru hér til að byrja með. Eiga Íslendingar núna stóran hluti þessu?
Já, sko, Íslendingarnir... Svona heldur þú? Já, þeir eiga náttúrulega það er náttúrulega... Lífeyrissjóðirnir er ennþá þann inni, er það ekki? Jú, stór hluti, sko, Íslendingarnir er svona, eiga kannski ekkert langt frá því þá eiga þriðjung í sameinuðu félagi. Í sameiginlega fyrirtæki. Eitthvað svoleiðis, það er ég... Þetta var náttúrulega skráð í Hollandi líka, þannig að það eru líka hlutafar þar vantarlega sem að muni í svo bandarækjumenn. Já, akkurat. Nei, þannig að þetta er risa fyrirtæki. Hvað heldur að FTSE viðurkennt, að þetta verður viðurkennt sem íslenskt fyrirtæki? Nei, það er nú eiginlega hengurinn á þessari jákvæmt er að JBT sem verður svo JBT Marel ætlar að tvíska sig hér eða mun tvíska sig hér að þá munu þessi alþjóðlegu vísitölufyrirtæki, FTSE og MSCI líta á fyrirtæki sem bandarískt félag. Þannig að það mun ekki teljast sem íslenskt fyrirtæki eða hluti af markaðsvirði á íslenska markaðurum í þeirra útreikningum. Það þarf hvað, 3 stór fyrirtæki? Já, hjá MSCI til að við flytjast upp flokk. Sko. Við erum náttúrulega fórum upp flokk hjá FTSE. Dettum við þá niður? Nei, við dettum ekki niður hjá FTSE og hérna en þetta minkar líkurnar að við hækkum eða við skulum segja það tefjið að hækkum flokk hjá MSCI. Því að nú, sko, þegar það þarf 3 fyrirtæki sem eru $2 miljardar eða stærri að markaðsvirði til að það er 1 skiljanir til að komast upp flokk og ég til að við uppfyllum nánast öll hinn og líklega öll hinn skiljarðin og þannig að við erum með 2 í dag, það er þessi Alvotech og Marel og nú svona í þessum útreikningum þá dettur Marel þarna út án þess að JBT komið formlega inn þó það komið inn í kauphöllina en þá telst það ekki þarna í þessum mengi hjá MSCI. Eru einhverjar nýskráningar sjáanlegar á næsta ári? Já, það hafa náttúrulega fyrirtæki komið fram með komið fram með opinberlega með yfirlýstan áætlanum það. Samkaup kannski? Já, það var sagt í kringum þessa sameiningunum daginn, hvað sem svona, þeir hafa nú ekki tilgrætt nákvæma tímasetning á því, þannig að við skulum sjá með það, Kóriforma hefur náttúrulega tilkynnt. Já. Og svo nú svona fleiri félög í samtali við okkur, mér finnst næsta ár líta bara nokkuð það þjónustun, hún eitthvað að banka upp á ykkur? Já, það er reyndar náttúrulega Bláa lónið hefur lengi verið með á dagskránni og náttúrulega verið erfitt meðan rennur inn á bílastæði Íslandshótel eiginlega mishefnaðis svona Já, útboðið fór ekki eins og vonir stóð ekki alveg eins og vonir stóðu en vonir stóðu til sig en vonandi bara síðar og glæslegt fyrirtæki Íslandshótel og vonandi bara kemur það síðar inn í kaupöllina Er einhver sem það afskráð þetta á næsta? Sérum það fyrir þér? Já, fyrir utan Marel að þá Já, Marel afskráð innan gæsala. Já, akkurat og skráð með inn í JBT. Það ekkert svona sem liggur fyrir í þeim efnum sem ég sé fyrir mér endil í þeim efnum og það nú einhverja færslur af First North, það ekki? Jú, við höfum reyndar yfir aðalmarkað. Já, við lítum til þess í raun og veru myndi ég segja að frá með árinu 2021 þá höfum séð svona ákveðna skráningar bylgi í kaupöllina. Við vorum með 23 skráð félag í kaupöllina í árslok 20, við erum núna með 33. 12 nýskráningar, 2 afskráningar, en að því þú nefnir þessa flutning, þá er raun og veru fjöldin á aðalmarkaði aukist meira heldur en þetta, vegna þess að á þessum tíma var 5 félag farið af vaxtamarkanum First North yfir á aðalmarkaðin. Þannig að First North markaðin hefur verið að virka vel. Stundum vegna þess að félagin eru lítil og vilja ekki fara á aðalmarkaðin fyrir þau stærri. Stundum bara vegna sem að félagin líður þægilegar til að byrja með á First North, svona aðeins minni eða ekki alveg eins, heldur minni kröfur og félagin kannski heldur líka bara svona óformlegu kröfur þessum orðið komast, það sé kannski væntingandi félag á vaxtamarkaðinum minni heldur en á aðalmarkaðinum. Spurningastöðu sjávarútvegsfyrirtækja í kaupöllinni með niðri ríkissjóð, sér eitthvað hættumerki þar? Já, ég held nú að sjávarútvegurinn muni í raun eflast í kaupöllinu. Þetta í sjálfu sér ekki góð tíðindi fyrir sjávarútveginn að skattheimta á greinina. En
þráttir það held ég að sjávarútvegurinn muni eflast í Kauphöllinni þegar svona framlíða stundir. Það er auðvitað eðlilegt að fólk svona meti stöðuna núna. En ég sé fram á það svona framlíða stundir að fleiri glæsilega fyrirtæki úr sjávarútveg komið þetta. Það nú verið, að því við erum nú alltaf í vangaveltum hérna, þá hafa nú verið sko reynt og betur vangaveltur að sko skráðu félögin standi betur þegar kemur að því að ef þessir fyrirætlanir fara að birtast, vegna þess að eins og gerðist þegar auðlindagjaldi var tekið upp á sínum tíma, þá fór mikið af smærri félögum og seldi til stærri félagana, þannig að skráðu félögin gætu haft sko ákveðna yfirburði eða ákveðna stöðu til þess að taka við ef það gerist aftur sem gerist á sínum tíma þegar Jóhannustjórnin tók upp auðlindagjaldi. Þannig að þetta er nú oft atburðarás sem engi sér almennilega fyrir sem fer að stað í þessu ljósi. Kannski að vissuleiti þá ákveðin svona ýktir yfirbörðu vegna þess að skráðufélögin hafa náttúrulega alltaf í bókahotninu að geta notað bréfin sem gjaldmiðil og þarna kannski bara styrkist. Það er svona það vopn sem að gætu haft, sko. Svona, eins og þetta með svona bara vangaveltur. Eigandi fyrirtækjana, hluthafarnir, þeir eru þetta velta því fyrir sér hvernig skattheimtan verður. Já, akkurat bræðilega. Og lítur að hafa mikil áhrif á. Og við hljótum bara svona eftir sem það verður bara fróðilegt að sjá hvað kemur út. Þá slítur markaðurinn bara bregðast. Já, eins og hefur verið talað, þá hljóta menn að hafa smá áhyggjur eins og hefur verið talað, en þetta á eftir að byrja. Já, eftir að koma fram og náttúrulega það tvent í þessu. Þetta er annars vegar þetta, vissulega fjárhæð skattana eða gjaldana sem lögður á greinina. Hins vegar þetta náttúrulega líka bara að fá ákveðna vissu framhaldið. Þannig að það er ekkert ólíklegt að einhverju kjósi ef þeir fá viss framhaldið þó að skattarnir eða gjöldum verði eilítið hærri heldur en þeir í dag ef það bara þeir vita fram á við að greinin býr þá við svona bara meiri vissu framhaldið að þá getur það ekkert víst að það sé ölluleyti neikvætt. Erðu Jón, erum við ekki bara... Jú, við erum komin með þetta. Hlaupa yfir þetta bara nokkuð vel. Eitthvað áramótin, allar að skjótu upp eða? Ég er nú afskaplega linur, mér er voðalega gaman að horfa á flugaldana en mér er sleðilega að skjóta þeim upp, sko, en þó maður hafi nú alveg... Feiki peningum, segja sumir. Já, og auðvitað gott að styðja gott máli. Já, algjörlega. Erðu Magnús Haraldsson, forstjóri Kauphaldarinnar, gaman að fá því þáttinn og skalla við þig. Gaman að vera hér, takk fyrir mig. Gleðilegt ár. Já, takk. Til okkar er komin Eggert Þór Aðalsteinsson, fjárfestingastjóri hjá Kviku eignastýringu. Vertu velkomin, Eggert. Já, takk fyrir. Það er, svona á þessum tímumótu, þá finnst manni kannski eðlilegt að það er allir að horfa á hvað er að gerast í kringum Marel og JBT. Hvaða augum sér þú þetta skref sem hefur verið að taka þarna? Þetta virðist bara lukkast nokkuð vel, hluthafar hafa samþykkt yfirtökutilboðið og þetta er að renna í gegn og þannig er að verða til risastórt félag hér á íslenska markaðunum. Hvernig sérðu þetta? Algjörlega, þetta er svona kannski það stærsta aðalatriði á þessum hlutabarmarkaðu þessu ári. Man segir allt hverfist svolítið þessa yfirtöku sem að raun og veru hefst fyrir rúma ári síðan í lok nóvember og þá má segja kannski markaðurinn botni, íslenski markaður, hann er búin að hækka einhverju 35% síðan og þetta er búið að taka sinn tíma, búið að þurfa að fara í gegnum eftirlitsaðila og fá blessun hluthafa og annað og þetta er að klárast núna og þarna mun verða til alveg risastórt alþjóðlegt fyrirtæki í eitt fremsta í sínu röði í matvælaframleiðslu og það verður áhugavert að fá svona tvílega skráningu finnst mér og þarna eru líka munu liggja á hliðalínunni gríðarlega fjármunir sem að menn hljóta að spyrja hvert munu leita þannig að þetta mun svona hafa tölur áhrif áfram inn í næsta ár. Áttu vonað að verði eftirspurn í þessu fyrirtæki? Eftirspurn eftir þessu fyrirtæki? Já, eftir TBT þá. Já, það er bara virkilega góð spurning að nú er ljóst að það eru íslenskir fjárfestar eru eiginlega undirviktar í þessu fyrirtæki.
30% kom hérna fram áðan, 30-35. Já, þannig að það og miða við sko áform stjórnenda JBT að ná þarna einhverjum $200 million bæði í kostnaðarsamlega og tekjusamlega og þá Hvers er þetta að vera hátala? Hátt í $200 million. $200 million sem þeir haldaði geti samleiðar ár? Já, bæði sem sagt með því að taka til í kostnaði og það náttúrulega kannski meira, það kannski svona meira áþreifanlegra og svo þá eru hækkanir þarna fram. Það er ekki mennur alvöru menn, sko, það er... Nei, við þurfum að tala eftirspurnina eftir þessu fyrirtæki. Ef að þetta í pípunum að geti verið svona, þá ertu náttúrulega farin að tala að þarna bara getur verið væn fjárfestingarkurs. Það er mál og þeir eru náttúrulega að horfa á stöðu Marel er náttúrulega búið að gangi í gegnum svona nokkuð þunga ár. Veltan er búin að standa í stað og framleiðir vel undir sko markmiðum stjórnenda Marel og menn eru að veðja á það að núna með svona lækkandi vaxtaumhverfi í heiminum og svona aukin eftirspurn eftir kjöt og kjúklingi þá muni vegur Marels aukast á nýjan leik. Og þannig að JBT það er ekkert fyrirtæki sem þekkir Marel betur en JBT þannig að þeir sjá alveg gríðarleg vantal tækifæri í því að snúa rekstur Marel við og eins að nota þá samfélaga rekstur. Þeir eru ekki mikið skal ég segja sko, þeir eru í fiskinum og kjúklingunum. Þeir eru ekki ennþá komnir í hangikjötið að sneiða það niður sko. Fyrst verðum að tala um jól. Það er frekar þröngu markaður. Það er frekar þröngu markaður. JBT er miklu dreifðara fyrirtæki. Þeir eru náttúrulega inn í drykkjarvörum og grammit og ávöxtum og svo hefur Marel gæludýrafóðri sem er þá svona mikil vaxtabröttur í því að mati stjórnenda. Já, það er bara á Íslandi sko að dýralíf, það er bara vöxtur í því sko. Já, var það ekki síðasta fyrirtæki sem Marel keypti? Jú, Wenger, já, og það var svona mjög stór yfirtaka og raun og veru kannski ofstór. Já, kannski af því að svo náttúrulega svona hækkuðu vextir og verðbólga jókst og þannig að Marel hefur verið svona í skuldsettari kantinum fyrir vikið. Þeir förum aðeins í Alvotech og Amorak, það er gullæði. Já, það er svona... Grænlandi getur við sagt. Já, ef við horfum að þessu tvö félög, þá var náttúrulega náðust svona mikleiri svona áfangar hjá þeim á síðasta ári. Alvotech náttúrulega fekk leyfi til að fara inn á Bandaríkjamarka með hliðstæli við Humira. Já. Og það styttist mjög í það að næsta lyf farin á Bandaríkjamarka, það er Stellara hliðstæli lyf. Þá konum við 2 lyf, ítækni lyf. Já, á Bandaríkjamarkað sem eru gífurleg sala í. Já, sem er langstæsti markaðurinn og það hefur gengið vel á öðrum markaðum eins og með þetta Stellara. Róbert sagði nýlega sko þetta getur verið 4. stoðin, vorum við ekki talað um þessu? Jú. 4. bara Alvotech eitt og sér. Já, 4. stoðin í íslensku bara efnahagslífi. Alveg rétt. Það er svolítið bratt, tekur undir það. En Amorak hefur náttúrulega hækkað mjög mikið á árinu upp í Kauphöllinni. Já, Amorak er búin að vera einn af hástökkurum ársins og það hefur hann er svo sem ekki lengra síðan að þokkur fór alveg niður í 100 en hann er komið upp í 180 næstu þannig að þetta er flott að gerast en það var Þeir eru náttúrulega farin að vinna líka núna aðeins gull, er það ekki? Já, þeir hófu gullvinnslu núna. Ekki bara verið að leita, þetta er núna aðeins búið að finna og vinna. Já, þannig að nú tókst nú það hefur bara gengið eftir að þeir eru komnir á fullt í gullvinnslu og og munum svona næstu 12 mánuðum ná fullri afkast að geta í þessari námu í Suður Grænlandi en svo eru þeir bara með svona mjög áhugaverða portfólíu af leifum sem eru ég veit ekki að það er gríðarlegt tækifæri, það er allt múrandi gulli virðist vera í það því sem að maður lesa allt í eftir bæði eiga nú virðist auðlinda mat og þessari núverandi námu eiga eftir að meira og svo eru aðri staðir sem að lofa góðu. Eru þið búin að tryggja sér þá eignarhald á einhverjum svæðum eða vinslu? Við erum með út af Grænlandsstjórn. Já, með langtíma vinsluleyfi. Þannig að þeir eru búin að tryggja sér svolítið sko á svæðum sem eru vænleg. Já, þeir halda á þessu og hvort þeir munið þá með 10 tíma að vinna þetta sjálf eða saman með annara sem er kannski líklegra. Það er svona kannski tíminn einn munlega það er ljós. En allavega mun þá þessi gullvinnsla þá cashflow á því mun þá styðja við þá frekari vöxt félagsins á núverandi og öðrum svæðum. Fasteignafélagin hafa verið að hækka mjög mikið á árinu í Kauphöllinni.
og það engin hagvöxtur á Íslandi, sko, árum 2024. Förum aðeins. Eru þið ekki ára undan ef vexti lækka hugsalega, þá ættu þau nú að hækka, sko? Er það komin eitthvað framtíðarhagnaður, komin inn í hlutum? Já, þetta er góð spurning og má kannski segja að hlutabréfamarkaðurinn svolítið framsýn í eðli sínu. Við erum að veðja á vextir náttúrulega farnir að koma niður og raunvextir eru náttúrulega væntingum og þeir munu líka lækka og þetta er náttúrulega sennilega næmustu félagin fyrir vaxtabreytingum, það eru fasteignafélög íslensk. Nú það sem hefur náttúrulega, það er margt ávart gerst hjá þeim að þessu ári, þau eru bara mjög góður rekstri, hánýtingarhlutföll, leiguverð þau eru verið að mjagast upp af við. Það hafa einnig verið mannabreytingar sem hafa verið mjög áhugaverðar, þannig að vera að koma inn nýjir forstjórar eins og í Reitum og eins í Heimum og síðast árið, þar sem að menn hafa svona verið að horfa á að auka hag hluthafa, auka arðsemi á eignum manna. Þetta eru félög sem að kannski ætti að vera að borga myndarlegan arð, er það ekki? Sko, þau hafa kannski verið að stækka eignasafn sitt, þetta eru þau enn að gera það, þau eru kannski orðið það stór, þessi skráðu félög og hafa tækifæri til þess. Við sjáum það enn að þau eru að sikta út stóra regnir í bænum. Þau eru að taka til eignasafn og eru að stækka, Reitir og Kaldalón og Eik og Heimar hafa nú verið svona líka að taka til. Ég dáði Regin, maður er enn að venjast þessu nafni. En fjárfestar sem að vilja arð, það vilja sem allir fjárfestar arð, það er ekki það, en þeir sem horfa sérstaklega til þess, eru fasteignafélögin þá svona fýsilegu kostu fyrir það? Já, miðað við, hvað að segja, arðsemi á eignum, hún hefur verið mjög há. Er þetta nú arðsemi eiginfjár? Já, arðsemi, já. Er nú hvað, 15% þetta? Já, það er svona með sko, þegar best lét, með leiðréttri verðbólgu, sko, þá hefur verið alveg 6-7% raun ávöxtun af eiginfjárna. Já. Og þessi félag hafa alltaf verið bókvarð, það er ekki meika sens fyrir að eiga þessi eignir því að það var skynsalega fyrir bara að selja eignirnar og komst út til hluta, en þetta nú breytast nú að hratt og núna síðustu mánuðum þá hefur hlutabréfaverðið í þessum fasteignum hækkað næstu í helming. Sem að var inni fyrir að... Já, klálega en nú er þetta kannski maður að segja að þessu fer að vera svona kannski verðlægning á það. Það má eiginlega segja það, sko, við höfum verið að gantast með það við Sigurður að þegar við fórum í loftið og vorum svona í september, það má eiginlega segja, sko, markaður áalveg svona niður og fyrir svo upp. Við náttúrulega viljum þakka og... Við vorum ekki að ganta, þetta er bara staðreitt. Hann er alveg harður á þessu. Við kveiktum bara í markaðum. Það er hann tímapunktur hjá okkur. Já, mjög gott hjá okkur og við ætlum að fá að sér það þakklæti fyrir þetta. Því og Brian Deckard við erum að stíkja þakklæti. Já, en þessi mikli viðsnúningur allt inn þarna í haust, hvað er einhver skýring svona? Já, sko, það eru kannski má segja stefnubreytingar Seðlabankanum, klálega. Vextir á leiðinni. Já, við sjáum í vor var einhvern veginn allt í kaldakólum, mikill barlómur og við sáum útbáð Íslands hótela, það misefnaðist og menn hafðu áhyggjur af stöðu ferðarþjónustunnar og að gekk erfilega að berja niður verðbólguna en svo náttúrulega þurfa að sjá þegar líða tekur ári að verðbólga koma niður og það kemur svona smávæli lækkun á Seðlabankans og önnur í kjölfarið. Þannig að ég held að svona... Það er vaxtalækkunin. Já, svona, það er svona... Hugsunin að það verði endurreikar vaxta. Já, það er snúningspunkturinn. En raun og veru í upphafi ársins, það sem að menn voru að horfa á var að þessi yfirtaka mál myndi ganga eftir, Aloftec fengi leyfi í Bandaríkjunum, kjarasamningar eru hagstæðir, salan á tíu myndi ganga eftir. Allt þetta gekk eftir, en það vantaði það sem að... Svo breyta var eftir. Já, en það sem að raun og vantaði var að vextinni kemur yfir og í upphafi ársins voru miklu meiri var bjartsýn að vextin myndi lækka fyrir árum. Hraðar þá niður. Já. Þannig og það var kannski það sem að vantaði og við sjáum á hliðalínunni eru gríðarlega peningar bara í innlánum og lausafjóðsum annað
sem hafa bara haft það bara mjög gott í böngum og hlutabréfa inn í sko skuldabrifamarkaðinn. Já, og svo verður svona hálfgeis hólskefla sem það má hafa væntingar að það verði bara alveg ágætt ár í Kauphöllinni á komandi ári. Ég er alveg sæmilega bjartsýnn að það er sko undirleikið rekstur líka félagi Kauphöll er góður og við sáum á þriðarsfrangi var sannlega einhver besta uppgjörsverti sem sé langa tíma. Það eru kannski sá geiri svo grein Kauphallana sem er í mestu í svona mestu mótvindi er sjávarútvegur og sem er að merkja stór þar núna sem er að koma úr mjög góðum rekstrarárum verði mikil skattheimta þar það er náttúrulega bara engin loðnuvertið og svo voru makrilega hvorki fuglinn fiskum eða hvað við séð síðustu árin þannig að svona rekstur sjávarútvegsfélagi hefur verið undir smá þrýstingi og svona félagst á tengd sjávarútvegi eins og Hampi, Iceland Seafood og svona fleiri fyrirtæki tengd sjávarútvegi, jafnvel Eimskip að hafa þá svona líka fengið svona fundið þá fyrir þessu erfiðar árferði. Já, og lækkunum mitt í þessum geira. Já. Erðu Jón, erum við ekki bara, þú þarft að fara að kaupa þig flugvelda? Já, sko, hann ætlaði að vera með skraut hér og flugveldar, ég veit ekki hvað, áður en við komum og við byrjuðum, hann lofaði því, hann er nú búin að útskýra það að hann fór í bónus og ég veit ekki hvað hann fekk þar eiginlega, það var, ég veit ekki, ég nefndi það, ég ætla ekki að nefna það aftur, en bara rétt svona kannski lokin, hættur það að íslenski hlutabréfamarkaðurinn versus Evrópa og Bandaríkin, við erum að horfa á það til dæmis að svipuð hækkanir núna á Dow Jones og Íslandi og eins líka FTSE, þannig að 7% þar, við erum nú með myndir að þessu sem við getum sett upp og Nasdaq-markaðurinn, vestanafs, tæknimarkaðurinn, hann hefur hækkað 30%. Já, ríflega það. Bara rétt svona í lokin ef við erum að skoða þetta núna, þetta nefnilega var ekki fyrra, þá var íslenski markaðurinn 2023, hafa með frekar lága ávöxtun miða við hina þá. Það fyrir maður sé við bara rétt svona, vera okkur saman við útlönd. Það má ekki gleyma því að við erum í miklu hærra vaxtaumhverfi en gengur að gerast í kringum og sem er í sérstaklega Evrópu og einnig í Bandaríkjum, hvað þá Japan, þetta er við erum ennþá í yfir 8% stýrivöxtum. Og það hefur náttúrulega og verðbólgan samt sem áður komið býsna mikið niður. Það hefur haft áhrif á þetta ástun á íslensku hlutabréfum í versus þá í alþjóðlegu samhengi sem vextirnir hafa verið á allt öðrum stað. 2024, Úkraínustríðið hugsanlega, menn verið þegar farnar að tala að þar getur orðið sko friðarsamningar og friður, maður veit það ekki. Þegar Putin kemst að því að það sé meiri kostnaður heldur en tekur sem eru í spilunum, sko, þá fer hann kannski að gefast upp loksins. Sérðu eitthvað, viltu spá eitthvað í 2024 fyrir okkur? Alþjóðlegum mörkuðum? Já, bara bæði á Íslandi og alþjóðlegum mörkuðum. Alþjóðlegum markarnir eru náttúrulega vel verðlegir. Já, en ef þeir eru mjög háir, þá er mjög líklegt að þeir hækki ekki mikið á næsta. Ég er að segja það, þetta er svona, maður er með að sjá mikla hækkanir erlendis. Það er engin munur orðið á ástunarkröfu sem gerir til skuldabréfa eða hlutabréfa í dag sem er náttúrulega kannski óðælt. Það er ekkit áhætt álag lengur erlendis. En heima þá erum við náttúrulega raunverulega bara ennþá sama stað og markana var þegar Rússarnir riðast inn í Úkraínu. Þannig að við erum raunverulega það er ekkert gerst í sjálfu sér í tæp 3 ár, sko. Og horfum við á þannig, sko. Já. Eftir sammála Magnúsi Harðarsinni, við vorum að gantast með það áðan, ég nota orðið gantast, þannig að ekki alveg sáttu við það orðalag, þetta er svolítið akurist orðalag, gantast, en að fá, það myndir örfaðu við þetta, kannski segja þessi sjálft, að fá að veita skattaafslátt eins og var áður þegar núna erum við 30.000 einstaklingar sem eiga hlutabréf, heldur að það myndi ekki vera svona það myndi alveg klálega svolítið íta við markaðnum. Já, auka þáttöku almennings og gera hann svona meðvitað mikilvægi hans sem fjármagnatól fyrir atvinnulífið. Engin spurning. Við höfum líka verið að tala um það að það er náttúrulega bara mjög gott ef einstaklingar að eigi sem flestir hlutabréf. Það er bara upp á það að þá áttar þið meira svona á gangverki sko atvinnulífsins. Já. Að það hvernig það fungerar, sko, þetta er ekki til alltaf endalaust, það þarf að vera verðmætasköpun og framtíðatekjur. Já, nú eigum við náttúrulega fyrst og fremst hlutabréf í óbeinum hætti ekki en lífeyrissjóðum, en með eigum með beinum hætti, þá erum við orðin svona
sko, meiri þáttakandi í, sko, með beinum hætti í atvinnulífinu. Já, það er 40% af markaðnum er í eigu lífeyrissjóða. Já. Það var einmitt verið að ræða með það áðan að hvort við ættum að fá að stýra því meira, sko. En ekki láta lífeyrissjóðunum bara þetta. Það er einmitt hugmyndur að sérregnar svona leiðirnar geti sérregnarsjóðunum meiri verðum. Er eitthvað áleiðis það? Ég þekki það nú ekki alveg en ég held að það sé svona, það sé eitthvað í það verði að veruleika. Ég veit ekki hvort það er alveg pólitískur viljið fyrir því alveg að það bara kom í ljós, held ég. En Jón, erum við ekki bara... Við ætlum við þakkum þér mikið vel fyrir komuna, Eggert. Takk fyrir búið. Við erum búin að hlaupa bara dável yfir, við höfum fengið góða gesti til okkar hér í dag. Góðir og mjög góði gestir í dag og það verður greinlega þessi menn allir að Magnús ætla að horfa á þeirra flugveldar yfir skotnar upp. Já. Kaupir þú góðan pakka í... Já, ég styrki gott málum. Það er Björgunarsveitirnar að venju. Já. Það er bara Eggert Þór Aðalsteinsson hjá Kviku, greinandi. Eða er það ekki annars? Jú, eignastýringu. Já, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Er þú að gleða þetta ár félagar? Já, takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur.